Góðan daginn. Takk fyrir Úlfar og gaman að sjá ykkur öll hér. Það er þetta sérstaklega gaman að fá að vera með ykkur hérna á Selfossi og fá að ræða aðeins það hvernig við hjá Landsvirkjun getum gefið ferðaþjónustunni orku. Ferðaþjónusta er auðvitað spennandi og skemmtilegt starf, en hún getur líka verið krefjandi og stundum þá nýtur hún ekki alveg sannmælis. Við þekkjum til dæmis einhverja mýtur tengda ferðaþjónustunni. Ferðamenn kunni ekki að keyra, það eru bara útlendingar sem vinna í ferðaþjónustunni, ferðaþjónusta borgar ekki skatta og svo framvegis. Ég man til dæmis eftir að hafa heyrt þá sögu einu sinni að í þýskri leiðsögubók stæði Selfoss að það besta við Selfoss væri það hversu hratt maður getur keyrt í gegnum hann. Þetta er auðvitað mýta sem að Selfoss hefur þurft að setja undir í gegnum árið. Og eins og rauninni gjarnan með mýtur, þá er þetta auðvitað alls ekki satt. Enda Selfoss einstaklega fallegu bær. Ég ætti náttúrulega að vita það, ég er fæddur hér og uppalinn. Þó ég búi reyndar í Grímsvötn og Grímsvík, ég verð að segja það því ég sé oddvitann sitja. Sem betur fer að þá lifir þessi mýta ekki lengur. Selfoss er vinsælt ferðamannastopp og ferðafólk flykkist hingað til að njóta og upplifa. En mýturnar eru víða og stundum eru það lífsegar. Ein slík er til dæmis það hvað ferðamönnum finnst endurnýjanlega orkuvinnslu á Íslandi. Við þekkjum það öll að ferðamenn þeir koma til Íslands til að sjá fallega náttúru. Við höfum jafnvel átt svona samtölu við þá. Við höfum líka margoft heyrt það að virkjanir séu neikvæðar fyrir ferðaþjónustuna. Það er að valda því að ferðamenn vilja ekki koma til Íslands og njóti þess ekki að vera hér. En við eigum líklega ekki persónulega reynslu á svona samtölu. Ég hef allavega aldrei hitt ferðamann sem segir mér í öðru orðinu að náttúra Íslands og Íslands sé stórkostleg en í hinu að virkjanir okkar og virkjanasagan sé hræðileg. Það er nefnilega ekki samhengi þarna á milli. En okkur hættir samt til að draga þessa ályktun. Það er að segja, ef að fólk hefur áhuga á Íslandi og náttúru landsins, þá sé það á móti endurnýjanlegri orkuvinnslu. Það sjáum við ekki í þeim fjölmörgu ferðamannakönnunum sem við höfum gert og hafa verið gerðar, til dæmis í tengslu við framkvæmdaverkefnin okkar. Þvert á móti, þá er líklegt að langflestir ferðamenn sem hingað koma hafi bara góðan skilning á mikilvægi þess að framleiða raforku, sérstaklega með endurnýjanlegum hætti. Niðurstöðnir þessum könnunum eru allar meira og minna á einn veg. Langflest þeirra sem spurð eru jákvæð gagnvart endurnýjanlegri orkuvinnslu. Einhverjum finnst hún ekki skipta máli, eins og gengur, og þau sem eru neikvæð í garð orkuvinnslu eru oftast á bilinu 1–5%. En okkur langaði til að skoða hug ferðafólks sem var að fara Þjórsárssvæðið og fengum því rannsóknarmiðstöð ferðamála til að kanna þetta í sumar. En það heyrum við oft þess að mýtu og orkuvinnslan eyðileggur upplifun ferðamála. Og þegar spurt náttúru Þjórsárssvæðisins, þá eru tölurnar mjög afgerandi. 90% aðspurða voru ánægð með upplifun sína af náttúru Þjórsárssvæðisins. 6% sögðu hvorki né og aðeins 4% svöruðu frekar eða mjög lítil ánægð. Og þarna erum við að tala við fólk sem er að fara okkar stærsta orkuvinnslusvæði, þar sem eru 7 vatnsaflsstöðvar, 2 vindmyllur, ásamt öllum öðrum mannvirkjum og lónum sem því fylgja. Þegar spurt ánægju á dvöl á svæðinu, þá eru tölurnar enn meira afgerandi. 95% ferðamannanna sem tóku þátt og var að fara Þjórsárssvæðið voru ánægð með dvöl á svæðinu og þau 5% sem eftir voru svöruðu hvorki né. Þetta eru aftur tölur frá því sumar þar sem að rannsakendur á vegum rannsóknarmiðstöðvarinnar að spurja ferðamenn á ferð Þjórsárssvæðið upplifun sína. Í könnun sem að Gallup gerði meðal ferðamanna á Keflavíkurflugvelli árið 2022 var spurt það hvaða áhrif orkuframleiðsla hefði á upplifun þeirra af íslenskri náttúru. Rúmlega 70% voru frekar eða mjög jákvæð, á meðan aðeins 1% töldu orkuvinnslu að hafa haft mjög frekar eða mjög neikvæð áhrif á upplifun þeirra. Þetta er líka okkar tilfinning. Ferðamenn sem koma til Íslands, þeir vilja fræðast land og þjóð og þar á meðal okkar mögnuðu virkjanasögu. En hvað ef við höldum áfram að virkja? Hvaða áhrif mun það hafa? Þessar tölur eru einnig úr könnun Gallup frá 2022.
Þegar spurt hvort frekari orkuvinnsla muni auka eða minnka líkurnar á því að viðkomandi komi aftur, þá eru svörin líka skýr. Rúm 53% segja að það myndi auka líkurnar á annarri heimsókn. Við það bætast 45% sem segja að slíkt hefði engin áhrif. Sem sagt, 2% aðspurðra telja að frekari orkuvinnsla myndi letja þau í að koma aftur. Þannig að mýtan að endurnýjanleg orkuvinnsla hafi neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna á Íslandi virðist því ekki eiga við rökastýðast. Enda það auðvitað svo að margir af okkar stærstu seglum í ferðaþjónustunni eru tengdir orkuvinnslu á einn eða annan hátt. Við þekkjum auðvitað Bláa lónið og jarðböðin með Mývatn sem bæði verða til í tengslum og orkuvinnslu. Stuðlagil annað dæmi náttúruperlu sem verður að festa sig í sessi og verður aðgengileg vegna orkuvinnslu í Fljótsdal og Sigöldugljúfur enn annað dæmi stað sem orðinn skyldustofn fyrir alla ferðamenn sem fara Þjórsárssvæðið, til dæmis á leið sinni inn í Landmannalaugar. Ferðafólk heimsækir svo Hellisheiðarvirkjun og perluna í stórum hópum, bæði orkutengd mannvirki. Það því kannski kominn tími til þess að kveðja þessa mýtu og fara að horfa á þau tækifæri sem að felast í orkutengdri ferðaþjónustu. Eins og Jóna fór yfir áðan, þá Landsvirkjun hluti af þeim samfélögum sem við störfum í og þau samfélög njóta margvíslegs ávinnings. Við erum líka hluti af samfélagi ferðafólks sem fer starfssvæðin okkar. Þangað komast ferðamenn meðal annars vegna bættra samgöngumannvirkja sem fylgt hafa uppbyggingu Landsvirkjunar. Þetta sjáum við til dæmis vel ef við mætum fólksbíl á ferð við Vatnsfell eða Kárahnjúkastíflu. Þetta styrkur fyrir ferðaþjónustuna. Alveg eins og þessu kannanir benda á. Orkuvinnsla og ferðaþjónusta fer þarna bara vel saman. Enda orkutengd ferðaþjónusta að sækja í sig veðri allan heim. En samfélagið breytist og það gerir þetta samfélag ferðamanna líka. Áður fyrr þá sáum við kannski helst íslenska ferðamenn fara svæðin, vant fólk á vel útbúnum farartækjum. Í dag þá sjáum við fólk frá öllum heimshornum, vant og óvant og öllum tímum árs. Við erum einnig farin að merkja töluverða aukningu ferðamanna á þessum svæðum. Bæði þegar kemur að skipulegum ferðum á vegum innlendra og erlendra ferðaskrifstofa og ferðamönnum á eigin vegum. Og hvernig bregðumst við þessum aukna fjölda? Alveg eins og við deilum ánum og vindinum með nærsamfélaginu, þá erum við að deila umhverfinu með ferðafólkinu sem fer þar Við viljum að þetta fólk fá að njóta þessara svæða á öruggan hátt. Öruggan fyrir okkur sem þurfum að hugsa raforkuöryggið og öryggi starfsfólksins okkar. Öruggan fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi sem sækir kraft og orku í þessi svæði, alveg eins og við. Og ekki síst öruggan fyrir ferðafólkið sjálft sem fer þessi svæði. Við þurfum því að reyna að fræða og upplýsa. Og það auðvitað hægt að gera með ýmsum hætti. Orkutengd ferðaþjónusta getur tekið á sig fjölmargar myndir, eins og við sáum áðan. Gestastofur Landsvirkjunar ein útfærsla af fræðslu og upplýsingagjöf til ferðafólks innlends og erlends. Í Ljósafossstöð og Kröflustöð tökum við á móti hátt í 20.000 gestum á hverju ári. Þær eru opnar öllum án endurgjalds og þær bæta þannig við þá frábæru flóru, fræðslu og afþreyingar sem í boði á þessum svæðum. Og það gaman að sjá þann fjölda ferðaþjónustufyrirtækja sem að nýti sér þær og tekur þannig þátt í orkutengdri ferðaþjónustu. Gestastofurnar taka líka á móti fjölmörgum skólahópum og það auðvitað sérstaklega ánægjulegt að geta kynnt orkuna og orkuvinnsluna fyrir unga fólkinu. En gestastofurnar ná ekki til alla. Þannig að við verðum það að finna leiðir til að ná til fólk sem á ferðalagi starfssvæðin okkar. Við fórum því af stað með verkefni sem við köllum orkuslóð. Með orkuslóð vildum við færa upplýsingagjöfun okkar í nýjan búning. Eiga samtal og samstarf við hagsmunaaðila í nærumhverfinu og vísa ferðamönnum á örugga staði á starfssvæðum. Við fengum hönnunarfyrirtæki Gagarin í lið með okkur til að láta þessa sýn verða veruleika og fyrsti hluti verkefnisins komin upp á Þjórsárssvæðinu. Með þessu verkefni og öðrum slíkum all land
reynum við að gefa ferðafólki og ekki síður ferðaþjónustunni smá orkuskot. Ef vel tekst til, þá verða þetta vonandi staðir sem að ferðaþjónustu aðilar vilja nýta sér til að segja söguna af orku uppbyggingu þjóðarinnar. Og það má vel kalla orkutengda ferðaþjónustu. Og þó að Landsvirkjun sé ekki ferðaþjónustu fyrirtæki, þá finnst okkur mikilvægt að það sem við gerum geti nýst þeim sem starfa í þeim gerum. Við sjáum líka að eitt af mikilvægasta sem við getum gert í þessum verkefnum er að eiga í góðu samtali og samstarfi. Og Orkuslóð frábært dæmi það verkefni þar sem við leituðum eftir samtali við hagsmunaaðila í nærumhverfinu, sveitarfélögin, umhverfisstofnun, vegagerðina, Vatnajökulsþjóðgarð og ekki síst ferðaþjónustuaðila sem að nýta Þjórsársvæðið. Þetta gafst mjög vel og var til þess að bæta verkefni mikið. Eins og gott og jákvætt samráð gerir. Við vonum líka að þessir aðilar vilji nýta Orkuslóðina til að efla sína ferðaþjónustu á svæðinu og höfum rauninni fundið fyrir því. Þannig nær verkefnið enn betur sínum markmiðum. Til dæmis þegar kemur að miðlun öryggisupplýsinga. Því fleiri sem sjá þessar upplýsingar, því betri árangur skila þær. En við eigum einnig góð dæmi annars staðar frá. Við sáum til dæmis að í tengslum við framkvæmdina við Þeistareykji að uppi voru áhyggjur áhrif á ferðir sem farnar voru svæðið. Þar skiptir samtali miklu máli. Og það kom í ljós að ferðafólki fannst áhugavert að fara á hestum eða reiðhjólum framkvæmdasvæðinu. Og finnst í dag áhugavert að vera á hverasvæðinu og horfa yfir aflstöðina sem að nýtir þetta sama hverasvæði til orkuvinnslu. Svona má, með góðri samvinnu, sjá tækifæri til að nýta aðstæður og gera eitthvað áhugavert en áhugaverða. Gestastofur og upplýsingagjöf eru 2 dæmi það sem við höfum gert til þess að efla stuðning okkar við ferðamenn og ferðaþjónustu. Annað dæmi aðgerðir sem bæta lífið í nærsamfélaginu Ljósafossvöllur. Frisbygolvöllur sem við tókum í notkun í Soginu í sumar. Völlurinn afrakstur mjög ánægjulegs samstarfs við Frisbygolsambandið og sérfræðinga þess. En hann líka lýðheilsuverkefni. Síðan völlurinn opnaði undir lok júní hafa yfir 3000 fólkshringir verið spilaðir. Ef við miðum við að hver hringur tæki 2 tíma þá þetta yfir 6000 klukkutímar á útivist. Það eru 3 ársverk eða 4000 fótboltaleikir. Og við gerum ráð fyrir að spilurunum eigi bara eftir að fjölga. Enda hefur völlurinn fengið frábæra dóma. Með þessu þá viljum við gefa nærsamfélaginu orkuskot, íbúunum og þeim sem að nýta rúmlega 3000 sumarhús sem á svæðinu. Vonandi höldum við áfram í góðu samtali við ferðamenn og við ferðaþjónustuna. Og vonandi getum við hort á það sem að kannanirnar eru að sýna okkur, að endurnýjanleg orkuvinnsla tækifæri fyrir ferðaþjónustu frekar en nokkuð annað. Þannig getum við, alveg eins og Selfoss, tekist á við lífseigar, neikvæðar mýtur og hort jákvæðum augum á framtíðina. Takk fyrir.